Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Það má ekki vera úti í strax, sko. Það aldrei að vita hvað kemur út í það í kvöld. Við ætlum í langferð að þessu sinni, alla leið í Kverkfjöll með Austurlandsdeild ferðaklubbsins 4x4. Deildin ætlar þar að halda sitt 17. þorrablót á laugardagskvöldi. Stærstur hluti hópsins fór frá Egilsstöðum á föstudegi. Eyfirðingar eru einnig væntanlegir í gleðina og einhverjir þeirra fór af stað strax á miðvikudag að Gæsavötnum. Ferð okkar hefst hins vegar í Möðrudalafjöllum á laugardagsmorgni, en hér eru ferðalangar úr Aðaldal, Eyjafirði, frá Eskifirði og meira að segja úr Reykjavík að leggja í hann. Héðan liggur leiðin nánast rakleitt í suð-suðvestur í Kverkfjöll. Við fáum ekki útsýnið sem við vonuðumst eftir. Þoka liggur yfir og byrgir okkur sýn. Ferðin sækist samt þokkanlega. Stöku krapapyttur á leiðinni, en við fáum líka bjartari kafla með sól. Sérðu eitthvað upp í þetta? Eitthvað betra að fara eða? Já, hérna fyrir framan mig bara. Við mætum 2 öðrum ferðalöngum sem koma héraðinu Grágæsadal. Skömmu síðar byrja ævintýrin fyrir alvöru. Það ekki dekkir, Reykur. Það afmælgaði þetta. Heyrðu, þetta nú ekki fyrsti bíllinn sem fyrir Lindána. Nei. Svona. Hvað gera menn þá? Menn ganga skipulega til verks, auk þess að kalla eftir aðstoð. Innan úr Kverkfjöllum kemur bíll með 4 vöskum mönnum til að spila annan bílinn upp og gengur það nokkuð smurt. En með ekkolænin mikið bras, því hann affelgaðist og fara það varlega til að skemma ekki dekki. Það gengur þó upp að lokum, en mikið þarf til. Einn ferðalangara tekur að sér að sjúga vatn og sand úr dekkinu. Það ekki geðslegt verk. Strákar, hvað gerðist hérna? Hvað ég að segja? Já, við komum nú voru hérna að Lindaráni. Og strákarnir fóru hérna yfir í gær og okkur leist nú helviti vel á þetta og svo þau voru komnir út á og þá gaf ísinn sig. Hann lagðist á hliðina þarna úti. Hvernig varð ykkur við? Þetta, þegar við sáum að hann stóð í botni þá var þetta allt í lagi. Það verra að vera 2 metrar niður. En að því hann stóð nú í botni þá var þetta allt í lagi. En svo bara leið ég hreyði aðeins bílinn þá affelgaðist. Öðrum minn aftan. Og hvað þurfti að gera til að koma upp? Hugsa pínu. Já, aðeins að detti ána fyrst og tína járnkallinum. Þú fyrst aðeins smá spretti í járni. Já, það brotnaði undan mér og ég rann á klakkanum á hausinn og lá bara á bakkinu í ánni og syndi upp úr. Þetta nú ekki fyrsta skiptið sem að þessi bíll fer niður, hann fór nú einu sinni upp á húdd hérna meina framan þar sem að sjá hvernig brettakantur lítur út. Þetta bara svona lítið? Þetta var lítið og létt, já. Ef við hefum ekki aðfelgast þá hefum við keyrt upp úr. Bara fyrir sjónvarpið? Já, eiginlega já. En það snýst allt það að menn hjálpi stað og reddi vandamálum þegar þau verða til. Og menn vanir þessu, við erum búin að gera þetta oft áður. Já, þegar þetta gerist þá bara vandamáli leyst. Og það engin asi, það bara eitt andskot og svo bara fara menn að vinna. Já, eins og Einar Tandri sagði, andskotin, það var eina sem kom frá honum. Eftir að bílarnir eru lausir úr Lindaánni leitað öruggu stað yfir ána og allir komast klakklaust yfir, nema það brotnar undan þessum, sem fær hjálp við að komast á þurrt. Eftir þetta heldur hópurinn för sinni áfram í Sigurðarskála og gengur allt smurt. Þegar þangað komið þarf að hafa hraðar hendur við að taka föggur sínar inn úr bílunum því borðhaldið að hefjast. Þetta tölum ferð sem við þurfum að leggja á sig til að komast hingað, til það fyrir blót. Já, þetta bara svona fyrir IF-mennina sko, hafa gaman og komast hingað sko. Þetta svo sem. Þeir bara eftir færi hvað maður lengi hingað sko. Þannig að ferðin kannski mikilvægara heldur blótið sjálft? Njá, svona. Það er ákveðið gaman að komast hingað og komast á blót sko. Hvað það sem finna í þessari jeppamennsku? Svo sem hjá mér þetta bara útiveran og félagsskapurinn og hafa gaman. Ég mér finnst gaman að ferðast á veturnar sérstaklega sko. Þannig að maður í þessu aðalega til þess að geta ferðast snjó og reyna að komast eitthvað sem að margir komast ekki sko. Ekki bara vesenu, nú sátum við fyrir þetta pikkfastir hérna út í einhverju á.
Hvað, er þetta ekki bara vesen? En það gerir þetta gaman að vera pikkfastur út í miðra og það gerir lífið skemmtilegt að lenda í ykkur svoleiðis, sko. Mikill metingur bílana? Nei, það var, sko. Það er ekki núna, sko. Nú er þetta árið bara aðalega að allir hafi jafn gaman, sko. Eða svona þannig, sko. Það er alltaf einhver metingur, það er þá bara inn á milli vina í hópnum, sko. Jepparnir margir stjarnfræðilega stórir. Standa hér fyrir utan skreyttir prjáli, en ég veit að konum í 4x4 finnst einmitt stærðin ekki skipta máli. Sérstök Þorrablótsnefnd starfar hér á klúbbnum og hefur séð að koma matnum inn eftir og útbúa skemmtiatriði. Lesin Annall sem einkum byggist á vandragangi klúbbmeðlima í ferðum síðasta árið. Þorrablótið er hápunktur ársins hjá deildinni. Það hefur bæði verið haldið í byggð og á fjöllum, en fjöllin hafa töluvert meira aðdráttarafl og í kvöld er á 70 manns á blóti. Meðal þeirra er Þorsteinn Kraujar. Hann hefur verið samferða okkur allan dag frá Möðrudal. Þar gisti hann síðustu nótt eftir að komi keyrandi úr Reykjavík. En hvað skildi fá menn til að leggja á sig slíkt ferðalag? Þegar stórt er spurt, þá er lítið svör. Jú, góðir vinir, góðir félagar, fæddur og uppalinn Austfirðingur. Allt þetta fólk er, annarkvort æskuvinir eða kunningjar. Síðan ég fæddist og átti mín æsku ár hér austur á Héraði. Ertu búinn að fara mörg blót með klúbbnum? Já, ég hef búinn að fara nokkuð mörg blót. Sögðu þeir ekki að vera búið að halda 17 blót hérna í Sigurðarskála. Ætli ég sé ekki búinn að fara á, ætli þetta sé ekki 8. eða 9. blótið sem ég fer á. Það er eitthvað sarka, Hvað er svona oft? Það ekki? Já, ég held að til byggða væri það ekki kvöldið harka að fara á Þorrablót. Þorsteinn keyrir á Nissan Patrol sem er með vél frá General Motors. En það þykir nokkuð sérstök samsetning. Eins og Patrol kemur nú orginal frá Verksmiðjunni, þá er hann ekki með góða vél. Og af einhverjum ástæðum þá datt þessi fína kallavél onni í þennan bíl. Og það hentar mér vel að vera með bíl með kallavél. Búinn að eiga miklu tíma í hann? Ó já, mikið að gera við. Það skilar þér heim? Ég hef alltaf endað heima, já. Og ég ætla að vona að það breytist ekki. Það hljóta verið svolítið sérstakir karakterar sem að leggja sig í þessa fjallamennsku. Hvað þurfum mann að hafa til að bera til þess að fara í þetta? Fyrst af lagi verður mann að hafa áhuga fyrir þessu. Það er alveg sama við hvað við fáumst ef við höfum ekki áhuga fyrir hlutnum, þá náum við engum árangri. Og jú, við verðum að vera rólegir. Það er alltaf eitthvað sem gerist og þá þýðir ekkert vera með neitt æsing eða pat. Þá fer allt í vitleysu. Hvað hefur fjallamennskan gefið þér? Hún hefur gefið mér mikinn frið. Því að svona oftast er ég einn í bílnum og það reynda finnst mér bara mjög gott að vera einn og það er bara friður. Það er bara þessi yndislegi 8 sílindra dísel barsmíð og hávaði. Þetta er toppurinn, sko. Að dasklokinni er sungið og sagðar sögur fram eftir nóttu. Nokkrir stíga dans við harmonikkuleik inn í eldhúsið. Ferðalangar taka sunnudaginn snemma og búa sig til ferðar. Sumir yfirfara faraskjótana og meðan aðrir stinga saman nefjur. Ganga þar frá í skálanum og byrgja aftur glugga. Eyfirðingar ætla niður í Mývatnssveit en hluti hópsins heldur áfram og verður á fjöllum næstu vikuna. Leiðin er þó ekkert ákveðin. Ég held að sé eitthvað verið að spá að fara eitthvað Gæsavöttum og þá leið og síðan bara eitthvað, bara elta veðrið og það var gott. Hvað er þess að rekum henni að fara í vikuferð? Já, það er nú allur gangur á því. Ég náttúrulega aðalega, ég er þannig að ég kemst nú ekkert allt og ofta fjöll bara út af vinnu og öðrum önnum, svo þá er bara að gera að reyna að fara í eina stóra ferð og hafa bara gaman. Það er eina sem að ég rekum mig svona lengi, Ertu klár í þetta? Já, ég er bara að gera í eppa núna og þá er hann klár. Ég ætlaði að spyrja út nú í staða svo að hér 14 km frá okkur er bilaður Land Rover í þinni eigu. Treystir þú bílinn þínum í vikuferð? Já, ég treysti honum. Ég treysti sjálfum mér til að gera við hann, Það er náttúrulega það aðalmálið.
þú getur ekki átt bíl sem þú veist ekkert hvað þú átt að gera við hérna upp á fjöllum, sko. Þá þarftu að kunna á tækið þitt. Það er náttúrulega aðalmálið. Við ætlum hins vegar ekki að leggja svo langa ferð að þessu sinni. Við förum með Austfirðingunum tilbaka þá leið sem þeir komu niður í Egilsstaði. Aftur þarf að glíma við Lindána, en það gengur vel að þessu sinni og allir komast klakklaust yfir hana. Á heimleiðinni er stoppað einu sinni til að borða nesti. Á pall eins jeppans er afgöngum gærkvöldsins komið fyrir og nota ferðalangarnir guðskaflana í kostin. Síðan er haldið áfram. Landslagið rennur saman í snjónum og þokunni, en síðan léttir til og við sjáum kennileiti sem segja okkur að við séum að nálgast byggð. Þrátt fyrir lítið snjó á hálendinu þurfum við að þæfa upp brekkuna fyrir neðan Desjarástíflu og það leiðist jeppamönnum ekki. Þá er ekki fleira hjá ykkur í kvöld. Við hittumst á 5. í næstu viku klukkan 8. Bless, bless. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.